Já, þetta semst hugsað sem svona afþreying fyrir alla fjölskylduna og þetta byrjaði sem svona smá hugmynd í fyrra að við sækjum alltaf ákveðnar verkefni hugmyndir í nýsköpun og námsmanna og ég sendi þessa hugmyndin að gera verkefni hér litli landkunniðir, að gera sem sagt svona verkefni sem hvetur börn til útivistar og til að sækja afþreyingu í þá náttúru sem við eigum til staðar, án þess að þurfa að vera með kostuð leiktæki eða kostuð afþreyingu. Og það nóg við að vera fyrir alla fjölskylduna hér á svæðinu? Já, svo sannarlega. Það náttúrulega skemmtunin liggur allstaðar sem að bara þú sér því í náttúrunni og börn þau eru fljót að finna þetta. Stundum þarf maður samt sem ára leiðbina, og kannski leiðbina fullorðna fólkinu líka að finna aftur barnið í sjálfum sér, að finna þessa leiki, fara að vaða í sjónum og aðal svona atriði í kortinu garpakeppni og við settum upp svona smá þrautaleik þar sem að þú fær stig fyrir að gera ákveðna hluti og þegar þú ert komið með ákveð mörg stig þá getur þú fengið svona garpa viðurkenningu. Að þú sést ævintýra garpur og til þess að uppfylla það þá þarftu til dæmis að syngja fyrir selina eða vaða í sjónum eða fara heimsækja vita og skála á Langanesi eða Steintún og Bakkafirði, þannig að það svona ýmislegt sem hægt að gera. Þannig að þetta kort í rauninni hjálpar bara fjölskyldum að finna upp á einhver að gera út í náttúrunni? Já, þetta miðar að því að þú getur komið hérna á svæðið eða þá bara fyrir heima fólk líka að taka sér dagpart eða 2 daga og vinna þessar þrautir og sjá það sem að svæðið hefur upp á að bjóða án þess að þurfa að kosta til endilega peningum eða öðru. Finnst þér fólk almennt jafnvel vera frekar hugmyndasnögt þegar kemur að einmitt svona útiveru með börnunum? Nei, kannski ekkert endilega en það svo oft sem að búið að mata mann svo rosalega mikið á þessum hlutum þegar maður kemur í ákveðin byggðarlög eða að staði að þá fyrir maður strax að sækja einhverja svona afþreyingu sem að er tilbúin og búa til og kannski gleymum þessu sem að við lékum okkur sjálf í sem börn, bara ánægðin við að vaða í sjónum. Að við fórum daginn og tókum 1 dag á Langanesi og það stóð uppur hjá syni mínum, það var af öllum deginum, það var að hafa fengið að vaða í sjónum berfættur, það var bara æði. Þegar maður skoðar þetta kort ykkar þá sér maður að það ýmsan fróðleik þar að finna sem að bæði börn og fullorðnir hafa gaman af. Geturðu nefnt einhver dæmi? Já, við sem sagt, kort þannig byggt upp að þetta sem sagt bæði þá fróðleikur og afþreying. Fróðleikinn erum við með ýmis dýr á svæðinu og til dæmis spurning sem að ferðaþjónustaðili hér inn í sveit hefur oft fengið af hverju kindurnar hálfrúnar, hverju bara ull aftan að þeim og við setjum svar við því og þannig að og það náttúrulega til þess að bæði til þess að halda á hita svo þú fá ekki júgubólgu og svona eldri kindur sem að fá að hafa ullin aftan á sér. Þetta til dæmis finnst mörgum áhugavert. Sjáu þetta alls þar sem keyrir landi en kannski viti ekki alveg af hverju þetta er. Þannig að það ýmislegu svona fróðleikur sem að og svona reynt að byggja þetta upp, svona textinni byggður svolítið upp fyrir börn. Og sumarnemi sem að var að vinna þetta fyrir okkur í fyrra háskólanemi að hún skrifaði textan svolítið léttan og leikandi. Og myndskreytingarnar eru eftir unga stúlku hérna á svæðinu? Já, þær eru alveg rosalega flottar. Hún heitir Margrét Brá og er úr garði Þistilfirði. Og hún skal ég segja að þér teiknar þetta allt upp í tölvu. Við bara svona sagði henni hvernig ég vildi hafa þetta og hvaða myndskreytingu ég vildi hafa. Og hún snaraði þessu upp, 16 ára stelpa, það er alveg rosalega flott. Og hvar er svo hægt að nálgast þetta kort? Það er hægt að nálgast kortið alls þar hérna á svæðinu, bæði á Bakkafirði og Þórshöfn og hjá ferðaþjónustaðalum út allt. Og svo er hægt að fá garpa viðurkenningarnar þegar að búið er uppfyllast í að töfluna, þá er hægt að fá það á sömu stöðum, fá viðurkenningu fyrir að vera ævintýragarpur. Stelpur, þið hafið tekið þátt í garpakeppni ævintýrakorsins. Hvernig gekk? Bara vel. Mjög vel. Gátuð þið leyst allar þrautirnar? Já, kannski ekki allar, en nógum allavega að fylla þetta. Já. Hvaða þrautir leystuð þið?
Syngja fyrir seli, skoða vita, fara í fjöru og heimsækja skála. Og sjá seli og teikna í sandinn. En svona að lokum, hvaða þraut var skemmtilegast að leysa í þessari keppni? Fara í vitan. Já, við fórum inn í hann og fórum upp og fórum út, þannig við sáum alveg niður.